Við afmælisdaga og áramót og önnur merk tímamót venja að horfa öxl á hið liðna og fram á við í átt að hinu óþekkta. Kristin trú kennir okkur líka að við að minnast þess að við höfum takmarkaðan tíma og þurfum að horfast í augu við þá staðreynd að við munum öll deyja. 90. sálmur íhugun dauðleika mannsins og lýsir ævi okkar eins og einu andvarpi þegar á miðast við liðnar aldir. Sálmurinn andvarpar því til Guðs og segir meðal annars: Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. En hvað þýðir þá að öðlast viturt hjarta? Viskan eða spekin svo að við verðum að hreyfa okkur reglulega, borða hollan mat og fara reglulega í skoðun hjá lækni? Það sjálfsögðu eigum að gera það, en það þó ekki endanleg lausn, því að í besta lagi getur heilbrigt líf einungis frestað þínu óumflýjanlega. Því enginn, ekki einu sinni sá heilbriðasti, lifir eilíflega í þessum heimi og við munum öll deyja. Við þurfum þess vegna að horfast í augu við þá staðreynd og þess vegna kennir Biblían okkur það að upphaf spekinnar það að óttast Guð og því næst að trúa á hann. Því sá sem hafði vald til þess að skapa himinn og jörð og hafði vald til þess að skapa hvert og eitt okkar og sem ennfremur hafði vald til þess að leggja ánauð dauðans á heiminn, hefur einnig vald til þess að frelsa okkur frá þeirri ánauð. Það gerir hann með dauða og upprisu Jesú Krists okkar vegna. Sá sem tengdur Kristi í dauða hans einnig tengdur Kristi í upprisu hans og á því eilíft líf hjá honum. Að líta öxl og telja daga okkar má gjarnan hvetja okkur til þess að lifa heilbrigðu lífi, en fram að því ætti það hvetja okkur til þess að leita Drottins meðan hann að finna. Eins og postulinn Páll ritar til Tímóteusar: líkamleg æfing nytsamleg í sumu, en guðhræðslan til allra hluta nytsamleg og hefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Gleðilegt ár.